Hæ, við erum mættar hérna með tapanda lotu og þetta verður, þessi lota verður svolítið strempin en það verður alltaf tvær leiðir, tvær útgáfur á öllum æfingum og Bryndís sýnir léttari útgáfuna þangað til ég gefst upp og þá sýnir ég léttari útgáfuna. En við ætlum að byrja rólega, við ætlum að hita bara upp með því að draga hnén til okkur og telja 1, 2, skila, 1, 2, 1, 2, 2 og nú ætlum við að draga þess að við erum að grípa ökklan og taka hér 1, 2 Megum við styðja okkur? Já 1, 2 1, 2 Það er ekki að styðja þig og svo ætlum við að gera það saman, þá tökum við hérna fyrir aftan í ökklan og drögum aðeins fram og skilum. Gerum þetta bara okkar hraða. Svona. Og fyrir við að ganga á staðnum. Við þurfum ekki alveg strax að fara í fyrstu, við þurfum að hita aðeins betur upp. Ég er svo að byrja að ganga á staðnum. Hún gengur á staðnum, ég set tónlistina. Set tónlistina í gang. Hætti ég. Svo myndi ég gera hjá mér. Þetta kemur. Þetta kemur. Svona. Ég er að hitna. Notum hendurna vel með. Saman aftur og út og saman skiptum svo yfir í út og skiptum yfir í háu hnélyfturnar notum hendurna vel til að hita hendurnar upp líka og svo skulum við bara fara yfir í sparkirassinn við að þegar við spörkum, frá þegar við stígum. Og við tökum smá sipp, finnum okkar útgáfu af sippinu. Alveg nóg að ganga á staðnum en við getum ekki súpa það. Svo er þetta að beygja hérna og rétt til skiptis. Við skulum stíga sundur og saman og þar getum við leikið okkur með hendurnar eins og við viljum bara fyrir á taktinn Við erum alveg að byrja á fyrstu lotunni ég ætla að sýna ykkur Við byrjum á því að stíga fram til skiptis, aftur, skiptis hægri vinstri. Fyrri umferð þá bara stígum við, í seinni þá getum við hoppað ef þið viljið. Næsta er að fara í róið, fara í framstig, í squat og framstig. Svona. Fyrstu tvær. Við byrjum núna. Við stígum fram til skiptis. Við byrjum bara að við getum satt hendurna upp þegar við komum fram. Hendurna með. Já. Hvernig sem þið finnir taktin í því. Flott. Það er alltaf
best að hita stóru vöðvan okkur upp fyrst, þá hitnar allur líkaminn. Nú ætlum við að fara að stíga í skvatt, stíga fram, niður, hnébeygju, stíga fram. Hnébeygja, já, fram, hnébeygja, fram. Við sýnum á eftir hvernig við hoppum í þetta. Og komum við næsta æfingu, þá ætlum við að fara niður í planka, upp aftur og skvatt. Eða það sem hnébeygja eða stíga. Getur stigið, Bryndís sinni hvernig stígur, upp og niður og beygja sig. Það tók hætti. Og komið. Flott. Við ætlum að stíga til hliðar og krossa. Svona rétt stökkum og krossum. Byrjum. Það er að stíga, það er að stökkva, krossum fyrir aftan. Ég ætlum að labba svona líka bara. Það er búin að vera verulega heitt og þá erum við komin á fyrsta æfinguna aftur. Þessi stíga fram til skiptis. Ég sýni hvernig við stökkum í staðinn. Byrjum núna. Og komið. Fyrstum. Næst stígum við fram, niður, fram, niður. Byrjum. Og ef þið viljið stökkva, þá lítur þetta svona út. Það eru 5 sekúndur eftir. Og komið. Fyrir niður í plankan og hnébeygja. Ég fer labba niður í plankan. Og við byrjum núna. Niður, passa bakleiðinni niður. Beygjum okkur. Og síðasta. Komið, flott. Við ætlum að krossa, stíga eða stökkva. Og við byrjum núna. Alveg verið komið. Og komið. Fyrsta lóta búinn. Jöfnum okkur aðeins. Næstu lótu ætlum við að fyrsta æfingu stökkva til hliðar og stoppa þess með hnéð uppi. Stökkva eða stíga og stoppa með hnéð uppi. Sýnum ykkur svo bara næstu þegar kemur að þeim. Tilbúin? Já. Byrjum. Ég get alveg stokkið svolítið með herbergið. Höldum aðeins. Og komið. Við tökum niður, stígum, niður eða við stökkum. Bryndís sýnir hvernig við stígum, niður, saman og sundur til skiptis. Muna rassinn þungur, dregur okkur niður. Það er alveg að vera komið og komið. Og við ætlum að stíga, stökkva fram og hlaupa aftur. Stíga fram og hlaupa aftur. Já.
Og við byrjum. Og síðasta komið. Og næsta, við ætlum að taka körfuboltann, náum í hann, fyrir með miðju, skjótum og náum í hann, skjótum. Bryndís ætlar að sleppa þig hoppa. Ég ætla að fara dýpra. Strax. Komið. Og við förum aftur að stökkva til hliðar eða stíga og lyfta hnjánum. Og alveg að vera komið. Tilbúin. Alveg að vera komið. Og komið. Það er hnébeygja, stíga að stökkva saman og hnébeygja. Byrjum. Munum að anda. 5 sekúndur. Flott. Það stökk fram, hlaupa aftur. Eða stíga fram, hlaupa aftur. Skipta núna. Ég stökk og þú hlaupa. Ok, já. Já. Þannig að ég stíga alltaf við sitt hvort fótinn. Og flott. Síðasta körfuboltinn. Síðasti í lóti 2. Náum í hann. Og skjótum, sækjum, skjótum. Gerum bara eins og við treystum okkur til. Förum upp á tær eða stökkum. Og síðasta komið. Við erum komin á þriðju lotu. Já. Hálfnaðar. Hálfnund. Og við ætlum að taka hliðarspörk. Við ætlum að hrista kviðinn, sparka og tylla. Sparka, horfa eftir sparkinu og tylla. Alltaf sömu megin, svo gerum við hinum megin aftur. Þannig við byrjum núna. Það er bara ein útgáfa af þessar æfingu. En það getur verið mismunandi hátt sem við sparkum. Og misdjúpt sem við förum niður á milli. Komið, hinum einum eftir. Og við erum tilbúin. Sparkum með vinstri. Og horfum eftir sparkinu. Ráðið hraðanum. Og komið. Næst förum við niður í hnébeygju og við krossum, stígum svolítið í aftarfótinn. Niður, krossum, niður, krossum. Tökum líka bara eina útgáfu, byrjuð. Það eru 3 sekúndur eftir. Flott. Þú maður lyfta hnénu upp, hnjánum til skiptis. Ég ætla að valhoppa, Bryndís lyftir. Sjáu hvað taktið þinn í þessu.
5 sekúndur. Áfram. 4. Og komið. Hliðarspark. Fyrst sparkum við til hægri, svo sparkum við til vinstri. Og við byrjum. Tyllum. Finnum svitann leka niður á okkur og njótum þess. Komið hinum megin næst. Höldum okkur heitum á milli. Takið pásur þegar þið þurfið, ýtið bara á pásutakkann og við byrjum. Og 2. Komið. Stígum. Við fyrir niður í hnébeina og krossum. Hnébeigja, krossum. Við byrjum núna. Hnébeigja, krossum. Fimm sekúndur. Og komið, vel gert. Hnén, hálfhné, lyfta eða hoppa. Síðasta æfingin í lotu 3. Og við byrjum. Spennum kviðinn. 1. Komið. Glæsilegt, lota 3 búinn, vask pása. Ég gef allt í lotu 4, síðustu lotinu. Já, gefum allt í síðustu lotinu. Við stöndum í framstigi. Við förum niður með líkamann, beint niður. Við skiptum, hinn fóturinn fyrir fram, upp, niður, skiptum. Þetta er fyrsta æfingin, næsta verður skæri og niður og Bryndís sýnir nokkrar aðrar útgáfur af þeirri æfingu. En ef við ekki bara byrjum í framstigi og svo komum við. Sterkur líkami niður, við skiptum og sterkur líkami upp og niður, skiptum. Þetta er ekki hröðæfing. Finnum bara hvernig við spennum kviðinn. Og komið. Næst tökum við skærin. Fylgist með Bryndísi fyrir fleiri útgáfur. Og við hoppum eða ekki það sem við viljum. Gerum 4 sinnum og svo förum við niður. Tyllum, það er auðveldasta. Og niður. Svo getum við tekið lítið hopp og niður. Eða stærra. Og niður. Finnum það hvað hendar. Það er alveg Heyrðu, það er sparka frá, nei, við tökum hérna, sprelligossan, hendurnar uppi og leyfum okkur bara svolítið að vera kjánarnir. Sprellum aðeins. Já. Góð hreyfing. Svo glöð. Ég er alveg að vera búin. Hálfnaði með löpuna. Og komið. Við ætlum að taka hnén upp og sparka. Hnén, sparka. Halla aðeins aftur. Og byrjum. Komið. Það er efra framstig og niður. Já. Byrjum bara í efra. Finnum jafnvægið, líkaminn kemur niður, við skiptum
Og við spennum kviðinn, niður, skipta. Bara uppgötum hvað að gerast. Tökum þetta eins hægt og við þurfum og það er komið. Það er skæri. Jæja. Það er skæri núna í stuttu Lítil hopp, tylla eða stærri hopp. Og við byrjum. 2. Það er svolítið skrítið að tylla. Maður þarf alveg að finna rytman í því. Og komið. Sprelligosinn, já. Sammála það. Ef fæturnir vil ekki hreyfast með, þá gerið bara með höndunum. Bara finnum hvað viljum. Og komið. Síðasta hné og sparka til skiptis. 2, 1 og við byrjum. Það er eftir að reyna að hoppa þetta. Taka bara aðrar útgáfur ef það eru erfitt. Íta á pásutakinu svo oft og ykkur finnst þið þurfa. Þegar við ætlum að teygja Það er aðeins. eins og bara við hvernig að tylla í skærunum. Af því að ég náði nú að gera það vitlaust. Já, það er bara tylla saman, 3, 4 og niður. 1, 2, 3, 4 niður. Æ, og þá er hinn. Já, en við öndum að, hendur koma upp. Tökum utan hægrúlið, lengjum og höllum. Bara stutt, tilbaka og hinn áttina. Endur tökum tilbaka og niður. Og aftur. Og niður. Öndur frá, hendurinn koma niður svo þetta fyrir aftur axli. Við trækjum fingrunum saman, þrýstum beint fram, drögum hökuna inn. Og svo öldum við að og hendurinn koma upp. Höldum aðeins, sleppum takinu og hendurinn koma niður svolítið fyrir aftur. Gerum þetta einu sinni enn. Fram og upp. Höldum, þið getið hreyft ykkur svolítið hér ef þið viljið. Og svo sleppum við takinu og hendurinn koma niður. Við erum að krækja fyrir aftan bak. Draga axlirnar aftur, bringan kemur fram, við öndum að, fyllum bringuna, öndum frá í frambeygju og leyfum höndunum að leita svolítið upp. Fyrir suma er ómögulegt að losa hendurnar frá baki og þá er betra að grípa í eitthvað. Hafa eitthvað frá milli, eitthvað flík, sokk, band, breitt band, hvað sem er. Við komum upp aftur sem öndum að, höldum handstöðinni. Öndum frá og axlirnar síga niður. Öndum að, drögum axlir aftur og frá og sleppum takinu. Leyfum höndunum að hanga. Við skulum fara aftur niður í frambeygju. Anda að, hendur koma upp. Frá og fara í frambeygju. Leyfum okkur að hanga niður í smá stund. Setja þyngdina hægri, vinstri til skiptis. Lyftis hendur teygjunni. Og svo stígum við aftur í hundinn. Fingur í sundur og hælarnir síga niður. Kannski er þið komin úr skónum núna. Við erum að teygja á kálfum. Við erum að teygja á baki, lófum.
og svo komum við niður. Setjast á rassinn. Við skulum beygja vinstri fótinn og setja ylina á innanvert lærið. Ef eitthvað finnst vont að beygja, þá þið í sundur í staðinn. Snúum okkur að hægri fæti og komum rólega fram. Kviðurinn fyrst, svo sjáum við hvað gerist með restina af líkamanum. Þið fáið ekstra teygju á síðuna ef þið takið vinstri höndina og krossið svolítið út fyrir fótinn. Við skulum fikra okkur upp aftur. Réttum úr hinum fætinum, setjum hendurnar aðeins niður fyrir aftan og beygjum svo. Setjum ylina niður og förum svo hérna vindum upp okkur til skiptis. Og fætur beinir, beygjum núna hægri fótlegg. Ylinn á innanvert lærið, hnéð leitar út, líkaminn stefnir beint á móti, vinstri fæti og svo förum við að fikra okkur í frambeina. Við teygja hægri höndina svolítið út fyrir fótinn. Og við fikrum okkur tilbaka. Réttum úr, hristum aðeins. Setjum iljarnar saman, en nú ætlum við ekki að draga alveg að mjöðmum, heldur hafa svolítið bygg frá, þannig að það myndast þetta tígull á milli. Og svo fyrir við að fikra okkur í frambeygju. Það er nauðsynlegt að gefa sér góðan tíma til að teygja í lok æfinga og þið skulið endilega teygja aðeins lengur ef þið mögulega hafið tíma til. Og svo bara fikrum okkur upp. Við segjum þetta gott. Takk fyrir okkur. Takk í dag.